Góða kvöldið og velkomnir á þennan fræðslufund hjá IRA. Það hafa verið fræðslufundir annarkvæmt fimmtudag og nú bætist þess við og kvöld óvenjulegum mætt og ég ánægður með að sjá það. Það byrjaði þetta á því að taka mynd af ykkur. Myndaði það út lína. Það kom. Það eina sem þurfum að gera er að brosa. Það er að sjá sko. Það eru hann allir. Og Benedikt Guðnason sem gerir TNT og við hefur betur með hvernig hefur verið leyfishafi tæp 30 ár, það er 1996. Hann er ekki hver sem er, hann sat fyrir stjórn IRA sem varamaður 2001-2003 og síðan sem ritari og meðstjórnandi næstu ár og eftir auk þess að vera stöðvarstjóri T3 IRA hérna uppi og VHF stjóri IRA 2012-2014. En þó við höfum ekki endilega séð mikið til hans síðustu daga, þá hefur hann virkilega lagt mark sitt hér á starfið. Benedikt hefur haldið fjölda erinda í félaginu í gegnum árin, meðal annars verið með sýnikennslu á hraðnámskeiði í fjarskiptum gervitungl frá félagsstöðinni hérna uppi. Og hann hefur skrifað fjölda greina sér QTF og flutt fimmtudagserindi. Góður maður Benedikt. En aðalatriðið sem fyrir okkur núna er þetta sko. Í október 2023 þá keypti Benedikt endurvarpa og radíóvita af dánabúi Ólafs B. Ólafssonans T3ML. Ólafur þessi átti endurvarpana, hefði fjárfest í þeim og borgaði allt saman. Þegar hann hélt frá, kemur ekki Benedikt, eitthvað þurfti að gera við þetta og keypti þennan búnað. Í framhaldi af því, í nóvember 2023, þá hélt hann erindi hérna í þessum sal sem kallaðist VHF, UHF, endurvarpar, framtíðarsýn. Og svo segir hérna í textanum, það er gerður góður rómur af erindi Benedikts. Hann fékk fjölda fyrirspurn. Ein spurningin sneri að kostnaði. Benedikt sagði að kostnaður vegna uppsetningar yrði á hans vegum. En IRA þyrfti að vera aðili að þessu verkefni öllu til þess að aðstæðan fengist án kostnaðar. Sko, Benedikt er ekki hver sem er og við radíóamatúrar eigum honum mikið að þakka. Erindi í kvöld heitir sem frekari uppbygging og framtíðarsýn endurvarpamála. Þessi tími hér í kvöld, 8. maí 2025, er mjög heppilegur í þessu tilefni því að voruleikar í IRA eru jú ný yfirstaðnir og endurvarpanir voru jú mikið notaðir í þeim. Bjóðum Benedikt velkomin. Sæli við kostnaðurinn kannski aðeins vera örlítið með hann. Það er eitt af mínu fyrirtækjum sem er að leggja svolítið út peninga og tæki og búnað. Ég er í bullandi rekstri og sjálfstætt starfandi í fjarskiptum, þjónusta hér útastöðunar allar og sjónvarp og beinar útsendingar og alls konar drasl í gegnum okkur minni fyrirtækjum. Ég á líka önnur fyrirtæki sem er í hugbúnað að gera og eitt og annað. Þannig að það er svona fyrirtæki sem ég rek undir vörummerkinu radio.is, það heitir Sæfir EHF. Við höfum verið með svona aukabúgrein að þjónusta VHF kerfi fyrir ýmsa aðila og það liggur inn og lagðir hjá mér ICOM, VHF endurvarpar og UHF endurvarpar og annar búnaður sem var svona eftirlegu kindur eftir ýmis verkefni. Þannig að það fór vel að
basically taka yfir Kerðars Óla sem alltaf kom og halda áfram með það sem hann var byrjað á. Hann setti hérna upp á sinn kostnað privat, þessi endurvarpa sem núna í Bláfjöllum og Skálafelli og var á Mýrum, sem staðurinn, við þekkja hans Mýrar en hann heitir Brúarás. Ég mun kannski rugla svolítið þessum nöfnum hérna Mýrar Brúarás svolítið fram og tilbaka. En óbyrgnilega heitir hann Brúarás sendastaðurinn. En hérna, hann svona fyrst og fremst, hann átti sumarbústað þarna í hvar var hann áttur, landi Galtarholt. Já, þarna uppi í Borgarnesinu og hann náði ekkert Bláfjöll. Skálafelli var eitthvað hálfbilað og hérna, það var ekkert sáttum með það, þannig að hann fór bara af stað og reddaði þessu kalli á sínum tíma. Ég tek alveg hattur á hann fyrir það. En hérna, eitt af því sem var svona áhugavert var það að þetta Mýrarnar sérstaklega voru settar þarna upp til þess að hann gæti líka sér þarna áfram. En það var kannski ekkert enda besti staður í heimi. Það dugði fyrir hann, ekkert af því. En þetta þarna í 30 metra masti í einhverjum hús þarna, fyrir utan húsið, það myndað því, ég skal fara aðeins betur með ekki. Það leiði þessi bara að rúlla, ég ætla svo að fara í myndirna bara aðeins og eftir. Það var bara að tala þessa staða aðeins. En hérna, þó að mastið sé 30 metra hátt, þá liggur landið ekki nema svona 8 metra yfir sjóu eða eitthvað tæplega það. Þannig að þetta er ekkert rosalega hátt yfir sjávarmáli. Og það er fítur sem skiptir meira máli upp á Dragnagera heldur en hæð mastur. Það er alltaf gamlar með stóra mikil mastur, en hæð yfir sjávarmáli er allt í þessu. Að komast yfir út jarðkúluna og það sem vinna fyrir manni. Þess vegna er rosalega gott að nýta fjöllinsvegum og það er náttúrulega gegnum þennan útastöðarekstur sem ég er í. Sæfer leigir til dæmis K100 og hér erum fleiri stöðum allan þeirra sendabúnað og við settum upp sendi hérna upp á fjalli sem heitir Strútur. Settum þar upp alveg heljarnar sendabúnað og hann horfir alveg rosalega vel yfir hérna, sérstaklega Borgarlandið þarna allt saman og hérna norður eftir. Svo það var svona fiðringur í maðurum að taka hérna Brúarásin eða Mýrarnar fara með það þangað upp, þá ertu komin upp í 950-60 metra hæð yfir sjávarmáli, pluss mastrið, sem er ekkert merkilega hátt, en ekki nema einhver, 15-20 metra. Og þegar hann féll frá og þá svona, einhverjum mánuðum eftir það, þá fór ég svona eitthvað að vasast með að hvað verður allt dótið hans. Það var nú þegar, hann var búinn að ánefna hinn á þessu hingað og þangað. Ég hafði samband í dánarbúið. Við vissum bara ekki einu svona af þessum endurvörpum hérna sem lágu hérna út allt. Og greiðan Óli, hann á nú bara, ég átti bara hérna einn erfingja, hérna, pínu fatlaður greið, hann var ekki alltaf 17 ára sæma. Ég hugsa um alskoðinu, við getum ekki látið þetta gleyma. Ég hafði samband við bauð á ákvæmðu upphæð. Hún var fyrir öllu þessum kostnaði sem að öllum tækjum og dóti. Og dánarbúið samþykti bara þessu upphæð og hérna fyrirtækið bara keypti þetta af. Og ég hugsa um gott í glóðarar, fínt. Ég fæ að vera einn í friði að hérna marka vitleysunum mín á þetta og hugmyndin er að búa til coverage sem að nær. Ég vil halda áfram til Akureyrar með þessa tengingu og ég vil helst komast niður á Egilsstaði. Og við eigum endurvarpa í flest allt að þessu og andurinn kom bara að njóta góðs að þessu. Þegar ég er búinn eins og ég sagði þetta síðast, þá má svo sem að við að kaupa mér hérna gerðið fyrir eitthvað ómerkilegt nafnvirði eða hvernig sem við göngum frá því. En hérna, eins og staðan er núna þá ætla ég bara að misnota fyrirtækið mitt í að ryðja þessu út. Og hérna, klára það sem búið að tala um hérna í 30 ára eða sem ég man eftir mér, sem ég var í stjórn hérna fyrir 25 árum síðan. Þegar Guðjón hérna, ég var ekki eins og ný stjórn þá, en þegar endvarpin hérna á Akureyri var keyptur í Jesú endvarpi, hann stóð fyrir því og hérna var settur upp, þá voru miklar umræður að það væri gaman að tengja hann til Reykjavíkur og við vorum svona búin að skoða í kringu sig hérna, finna einhverja símalínur hjá Vegagerðinni, einhverja leigulínur sem lágu hingað til Reykjavíkur og það var búið að fá eitthvað leigu fyrir því að komast inn á rá eitthvað. Tíðarandi var bara þá, það þótti ekki nógu fínt að fara í símsamband með amatörpótið. Það er breyst sem betur fyrir en það var eins og það var í þá dag og
það var allt svona eiginlega ekkert úr því. Hann greiði endurspannum á Akureyri, Tóti, hann hefur verið svolítið innmanna. Það kemur trafík á hann eftir eitthvað sérstaklega hefur skáltamótandu frá eða eitthvað að gerast, eitthvað húlumhæ, og þá lifnar hann aðeins við. En það enginn sem heyrir af því hérna í Reykjavík. Hann mjög lokal. Ekkert að því svo sem en notkunin á honum. Mér finnst megin nota þetta bara allt meira. Endilega bara notið þetta. Ekki vera að finna við það. Er hann á Valaðinni? Hann er á Valaðinni, eða var. Ég læg mér að koma, ég kem, það er kannski klárið bara Akureyri og fyrst hérna í Kaflanum hjá mér. Hann bilaði þetta hérna núna í vetur, gamli Jesúinn. Ég man ekki hvort það hefði tengt eldingu eða það var einhvern statik flögt á rammagninu og hann fór við það greið. Búið að vera aukning á eldingum og drasli hérna síðustu 2 árum. Spesa gangi með veðrið. En sem sagt, ég var bara til og hugsaði með mér, það er bara ágætt. Þá get ég farið með iCommentor þarna á þess að vera með einhverja einhverja skömmum það. Ég sé að rífa niður einhvern merkisgrip. Því að þá get ég sett á hann alltaf þá tóna sem ég þarf til að fá tengingarnir í gegn og ég er með accessory porti sem ég þarf til að tengja með hann auka afhástað og hann til að halda keðjun áfram. Þannig að ég get skipt hann út bara fyrir nýjan iCommentor og hendur og gengir á því og þá eru við bara uppfærir og flottir þar. Ísafjörður var ágættur og þeir tóku niður endurna fyrir okkur og í gegnum Gumma hérna TVGS sem er varfáðmannsir að þá enda hann upp á borðið á mér. Ísafjörður er nú bara hinum einu gutum þar sem við erum með okkar aðstöðus og ég fekk hérna örgjörðsarfræðing frá Breitlandi til að kíkja á hann og það er eiginlega bara búið að gera við hann. Hann er komið í lag aftur. Þannig að það er hugmynd sem ég kastaði fram og það er að gefa honum eftirlaunastarf. Hugmyndin var að setja í hann Raspberry Pi 12 inn í hann, tengja hann það við, setja upp Echolink þannig að hann og setja hann upp einhvers staðar hérna á höfuðborgarsvæðinu. Ekki alveg búin að negla hann staðar og nokkra hugmyndir. Þannig að hann geti þjónað sem lokal endurvarpi hér yfir stór höfuðborgarsvæði. Ásamt því að þið farið með einhverjum DT-miftónum og þá getið þið komist inn á Echolink. Eða þetta tengist ekki utanfrá inn á hann. Þannig að við getum verið bara lokalt á honum hérna, bablandi, eða vilja. Og eins og segi, Echolink en með vilja hitta og tala með einhverja sem er í Fredrikshamn eða Guðmundarbæ. Ertu þá að horfa á úrvalsferðið? Ég er ekki búinn að ákveða það þá. Það eru nokkrir staðir sem koma til hérna. Ertu hrifinn úrvalsferðinu eða? Það er hæfilega koncept til að lappa á og svona. Ég keyri á hann alltaf upp, en já. Já, það er alveg ágætið staðir, það er hugmynd. Það gæti alveg gengið, sko. Þannig það er einhverja pælingar sem að Gummi með varðandi loftismál á Vaðlaheiðinni. Hvort við erum að skrifa hann að starfa á betra net þarna út á svæði sem við erum ekki tengd við. Hvort við erum að virkja það aftur. Og það er bara línuvill. Já. En þessi, já, loftismál. Já. Það er verið að bara skoða það, við erum kíkt í næstu ferð, það er ekki fært að það er dætt í það að verði fært og ég ánend að bóka það vinnuferð þarna á morður einhvern tímann í næstu viku og það getur verið í kíkju upp bara svona fyrstu aðtunum að sjá hvað við þurfum að gera. Kíkja við síur annað, það getur verið í hendu upp endvarpanna ef ég hef tíma til þess. En það verður meira, við þurfum síðan að tengja hann inn í áttina Þránd, kemur hans inn á því á eftir og fá hann inn í keðjuna. En Þrándur er ekki komin upp bæði á því, það er eitt af verkefnum sem við klárum sjálf. Ég ætla bara aðeins að hoppa yfir fjallatindana, eins og ég sagði á hann. Skálafell, gamli endurvarpinn sem var þar, ekki hvort ég þekki hann á sér, hvenær var hann settur upp aftur? Man það einhver? Hann er klárið kvallurum á sér síði. Hann 1980 eitthvað, hvenær var það? Já, það er ekki syngur það bara.
einhvern veginn, hann mjög gammal. Ég held að Pétur hafi verið settur upp kannski 78. Það var 78. Eða 7. Já, hann náttúrulega stóð vaktina þarna áratugi með bara mjög vel. Og hann Þórisson sinnti honum líka mjög vel, hann sett á hann þarna einhvern móttökumagnar og síur hana sem að lokuðu þarna og sjónvarpssendingur hana sem voru til eilíða truflana. Og hann þangað til að hann fór eitthvað að drabbast sennilega út af því að það var bilun þarna í loftnetinu. Það mynda því stafrættir. En við tókum sér niður gamla endorpan, hann á að fara eitthvað safnið einhverja æfingar hérna, Gummi veit eitthvað nánar um það, en við tókum hann niður og gamla loftnetið var beiglað, við tókum það líka niður. Það eru tilraunir í gangi með að reyna að endurlíka þetta loftnet, en það er eitthvað meira af því þetta bara beiglað. Og það er annað sem ég ætla að kanna með þetta loftnet. Þetta sem er dettinn, að þetta er tvöfaldur dýpól, sem sjá mynda á mér eftir, það er ein stöng, dýpól hér og hér. Og það er, ég er ekki alveg búinn að fletta upp á nákvæmlega þessu neti, en sambærilegt net fór 4x4 með upp á Þránd og beindu þarna inn eftir þegar þeir eru nánir í fjórðungsöldu. Og ég bendi hann kurteislega á það að þeir bendu nullinu á netinu beint niður yfir, skildi ekkert í það hverju drógu ekki neitt. En þá er það þannig að ef þú ert með venjulegan dýpól, sérstaklega á vaffahöfðinu, og þú dregur hann nær mastrinu eða reflektornuðinum, ef þú farin undir 0,25 eða 0,15 á bylgjulengd, að það sem gerist er að lópið dregst inn og þú fær tvær áttur, eða svona áttumyndun til hliðana. Þannig að þú bein í loftnetinu eitthvað, þá er stefnaðinn fangað. Og þú erum núl í beinustofnum. Þannig að loftnet upp á Strút var einmitt kyrfilega beint að Reykjavík. Ég veit ekki nákvæmlega, en þessi loftnet er yfirleitt hönnuð fyrir þjóðvegi og lestar sem eru að koma þaðan og fara þangað. Setur eitt svona net og þeir kofara einhverja 1000 bílur. Eða hvað annað er. En við erum allan að reyna að gera tillögu með að endurlíka þetta net, en við erum komið tillögu TF1 að taka filtersíðuna, bandasíðuna og móttökumagnarann af gamla endorfanum og setja á nýja. Og við gerðum það. Við erum að sjá hvort við getum fengið svona aðeins meira út úr honum. En það er þarna mjög hvöss bandasíða sem var á gamla endorfanum sem er upp á 2 megar, hún kofar bara ámöndubandið alveg mjög skarpt. Og þetta er sem sagt settur aftan kombænersíðuna. Þannig að loftnetið kemur inn í gegnum bandasíðuna, þess svo á kombænersíðuna fyrir sending og móttöku á endorfanum. Þannig er það búin að vera, en síðan setjum haustið þá Pansertas Vaffahofnetið niður, það losnaði úr límingu og jagaðist upp úr hólkum og datt niður. Ég held að það hefði það sem hefði brotið hofnetið sem var fyrir neðan, en það hefði greinilega brotið einhverju ísingur þarna áður. Þannig ég stakk hérna upp rétt fyrir veturinn, teipaði yfir þetta loftnetið og endur límdi niður hólkinn hérna og gekk frá loftnetinu upp og nýtt. Mýrar, það sem var endurvarpið. Við fórum þar og settum upp. Ég tók niður endurvarpan sem var þar. Þannig er líka bíkonar fyrir 6 og 4 metra. Og þannig var endurvarpið með UHF-linku upp í Bláfjöll. Við tókum það niður endurvarpan og síðuna í þeim undirbúningi að fara með það upp á Strút. En í staðinn settum við í samráði við Gumma og hann ekki alveg vissir með móttökun upp á Strút. Það er móttaka frá Bláfjöllum upp á Strút. K100 stöðin líkar Bláfjölli sín inn á Strút í gegnum móttöku. En þeir eru með svolítið mörg 1000 watt í loftinu. Og það er réttlega farið niður. Þeir eru líka hins vegar alveg gott 10-15 sinum bandbreiðari heldur en svona venjuleg talstöðar FM-sending. 150 kHz pluss minus 75. En ekki bara pluss minus 5-10 kHz. Þannig
Þannig að það eftir að gera svona smá mælingar þarna upp á Strút. Það náðist ekki fyrir það því við vorum svolítið seint að þessu veturinn. Hann gerði þarna aðalegt snjóakóf, þannig að við gerum á netinu. Þetta er loftindi sem datt niður. Þetta er svona UV-bólan, varpafleggur uppi. Upp á Skálavelli. Já, það gerði þarna snjó. Er þetta vélinn til að búa til lýsingun? Þetta er snjóblásar upp í Bláfjöllum og ein svona græja, hún er á 363 ampere stofn. Þetta er með bara 20 svona vélar. Það á eftir að telja 150 kW brunndælu og 75 kW brunndælu og 150 kW háþrýstindælu sem dælur upp allt tjaldið. Þetta býr til lýsingun á netinu? Nei, þetta býr til snjó í fjallið sem er riðið út allt og er farin að vera smá höfurku fyrir mig. En það er ennþá metri snjór í Bláfjöllum á Bansettan skíðaleiðinni sem við keyrum við. Þannig að það snjór fara á öllu fjallu nema skíðabreyfi. Þannig að þetta er meira svona til gammans. Þetta er nú ekki að reyna að gera við loftneti. Saga hérna endana og við erum að fara að sjóða hann upp á nýtt og skoða tengingarnar. Það líti alltaf vel út og allt það. Það var bara vöru sem var beglað. Tappinn hann á brotin, einagröfin. En það var ekki, það var bara beglað hér, einagröfin. En það var ekki nóg. Við fengum ekki mæling út úr netinu. Það er eitthvað meira að því. Já, þessi mýrar, við settum þetta link í staðinu til þess að sleppa því að vera með einhvern höfverk að linka Strútbeintin á Bláfjöll. Og settum við link í staðin fyrir endvarpan á mýrar. Þannig að mýrar er að taka uppáð frá Bláfjöllum til sín og vaffáð á móti Strút og Þránd. Þrándur er ekki kókun. Og það er ástæðan fyrir að þið heyrið þetta dopp út heilgras þegar þið sleppið takkanum og það er þessi linkur sem við áttir. Hann er tímabundinn. Hann er þarna með að við bara að koma þessu fyrir hana. Það stendur til að hann ekki þurfa að vera. En hann er með hann er. Og þetta er bara partur að svo við getum komið allan upp endurvarpunum og síðan getum klórað við hausnum í þessu stóra greiðu við þurfum til að komast inn á Bláfjöll. Þannig að við stöðlunningar að þið verður að hafa smá þólum að þeirri telkarasinu í smá meiri tíma. Ef það truflar einhvern. Já, bíkonir, þeir eru bara þarna og verða áfram þarna, þeir var ekki treyft við þeim. Það vantar eins og eitt loftneti viðbót á húsgaflinn fyrir hérna linkinn upp á Þránd, en Helga þarf að klára það. Það er búið að skipta út liftum og fjarlæga einhverja flugur hérna, en ég vil þakka Friðrik Jónssoni fyrir hérna FAJ. Keyptum hérna, fyrirtækjum keypti einhverja 6 talstöðvar, bílstöðvar af þeim til að nota í þetta verkefni. Til að linka saman alla endurvarpana. Og þeir gáðu okkur ágætisafslátt því að þetta fær ekki kommersiálstarf. En við höfum verið að keypt mikið af því að endurvarpana allir keyptir í gegnum þá og ýmislegt fleira sem mitt fyrirtæki hefur að kaupa. Þannig að ég ákvað að nýta mér aðeins viðskiptadílinn við hann og gömul félagsleik. Já, við fórum sérst upp á Strút. Við fórum þrír hérna upp. Það var ég og Georg Bútt hérna, Tíðir GZ og Guðjón Helgi hérna við Skjóskar. Aftur, þetta var rétt inn í veturinn, hérna sjáðu myndirnar á Strút. Við komumst ekki á tildin, við þurfum að leggja þarna í næstu búðum fyrir neðan. Það var rosalegur ís þarna síðustu brekkun upp. Ég veit ekki hvort þið hafi komið upp á Strút, en þetta er löng leið upp og þegar við komum eins og mörgum á þessu fjöllum þá kemur upp röngum megin og þarf að keyra allar hrygginn á fjallinu út á enda. Það er smá hækkun þarna líka á leiðinni. Og þegar við komum nálægt endanum þá er þetta bara vegur inn og þverrnýpi hérna sigur megin. Og það er ekkert gaman að keyra því þegar það er mikil ís úti. Og hvort það skiptir engum máli hvað það er stóra blöður undir bílnum. Það er ekkert gaman að hafa það niður. En svo stækkar svæðið aðeins þarna og svo bara ein brekka, hún frekar löng, mátulega brött, upp á tindinn. Og ég hef í tvígang persónulega þurft að bakka þarna niður, komin hálfa leiðin upp og bara mist grip. Og í eitt skipti þá var ég nú farþegi í bíl með Gunnar Stimpli, í einhverju ferð fyrir 4004.
með kerru í eftirdrægi, hann misti bílinn út bíl, beinskiptur, og ABS-ið kikkaði inn, og hann gat ekkert bremsað. Og við húrðum aftur á bak niður allar sem helst brekkur, með kerruna á undan okkur, aftan á. Ég var hérna í farþegarsætinu frammi, ég beið bara eftir því þessi kerra gæmi bara ný og myndi henda okkur á lið. En við náðum niður á sléttuna áður en hann fór í vinkil. Og það ekkert rosalega spesandi þegar það erfitt. En hann braut hérna brettakantina sem hann hafði séð sem þurfti að laga í þeirri ferð. En já, við sem fórum hérna upp og settum niður endurvarpa sem var reyndar nýjan endurvarpa. Við notaði ekki mýra endurvarpa, við settum nýjan endurvarpa. Notaði síðuna, það var allt kalibrað og stilt upp og gengið frá. Við varum farin með hann inn í hús og sett upp. Við þurftum með þessi lappa þarna yfir hrygginn og svo upp á garðanum. Ekkert svakalega lengi gert, þetta er bara hálftími, 3 korter eitthvað svoleiðis lappitúr með allt drastlið á bakinu. En það sem það var svo óbóðslegur ís þarna uppi, það var ekki hægt að ganga frá loftnetinu á sinn stað í mastinu. Þannig eins og sjáðu á myndunum hérna sem rúlla, ég fer betur aðeins ég eftir, þá er loftneti bara í þessari hæð hérna neðst á mastinu. Og gallinn við það er að það er smá landspilda þarna uppi, sérstaklega þegar komið upp hrygginn hérna vestamegin og að mastrinu, og þá er hann fyrir að sjá til borgarins af því að netið er svo lágt og hryggunum fyrir hann sér ekki nægilega mikið niður, hann var upp til að sjá hann niður. Annað að mastrið er mátulega breytt þarna niðri og mastrið sjálf skapar náttúrulega skugga norður og austur. En menn hafa hins vegar sagt að það er miklu betra að ná í endanum, það er bara hæðin. En leið og við náum að setja loftnet og sinnstað þarna í sumar upp á topp, að þá verður þetta, þá munið þið sjá verulega dregni frá þessum stað. Ég get alveg lofa. Þetta er endurvarpið sem fór á stút. Þetta er lendarleiðin á Þránd. En það færi í þessum myndum að þetta klára að blaða fyrst. En það er sem búið að ganga endana frá endurvarpunum öllu þarna inni. Ég var ennþá eftir að fá skriflegt já frá neðalínunum sem á staðinn. Ég fekk leyfi frá þeim, ég hringdi og spjallaði við félaga mína og þeir sagði, já, þú mátt setja búna þarna og veit ekki þín úr það? Jú, þú sér það, jú, ákveð, ekkert mál. Og hann er þarna í rafnum það sem við erum með útvarpssambandinu okkar. Og en ég bað hann ég vildi hafa þetta skriflegt. Ég hefði á blaðið að við erum með leyfi við að vera það. Þannig að það verði ekkert neitt. Ég vil bara að hlutinni séu skriflegir og þá verði ekkert verið. Þannig er ég. En það er ekki nett að skrifa með bréfið ennþá, hann er þarna ennþá óformlega, bara með símtalslegin. Það er ekkert að því, með endilega nótan, ekki það. Ég hafa bara þetta að væli hérna fótt endilega að skrifa. Svona næsta dagskrá, það sem við náðum ekki að klára. Í fyrra eins og segir, það kom hérna, þetta er þetta blessa net sem við skálum í sundur. Það stóð til að fara Þránd og reyna að klára hann líka, það var allt tilbúið í það. En það kom hann alveg svakalegt hret þarna bara mánuð fyrir vetur í fyrra, þannig að það kyngdi bara niður snjó. En svo kom einhverja vikur næstu mánuður af hlýindum og ég var alltaf bíðið til þetta brána og brána þannig að það geti rokið þetta upp. Og ég gerði þarna 6 ferðir hérna inn eftir að Þránd til þess að út úr leið til að kíkja á hvort það var hægt að komast upp. Ég komst næstu upp hérna í eitt skipti en það voru frekar dæsi. Þannig að svo bara gerði vetur og það var ekkert meiri hlýindi og það fór bara alltaf hvað við snjóðan þetta. Þannig að, jújú, það er hægt að fara á þessa staði með vélsleðum og alls konar greiðum og dóti, en ég get ekki tekið endalausan pening út úr fyrirtækinu á mér fyrir hobbyið. Ég er á mörkunum. Þannig að þetta er svona, eins og maður segir, maður sinnir þessum búnaði þegar maður er á stöðunum að sinna bara venjulegri vinnu á þjónustu FM-búnaði og annað. Þannig að séu við með FM-sendir, þannig að APRS-in er í blóðfylgum. Og þannig að það er svona, ef ég þarf að fara til að fara sem þessu, þá þarf að vera góður staður og auðvelt upp. En ef ég er þarna að því ég er að sinna hinni vinnunni, þá er það í leiðinni. En næsta dagskrá, já, það er Þrándurinn, það var að fara þar upp og setja. Hann er að detta í það sem hægt að fara þar upp. Ég ætla að reyna að kíkja á núna í fullu Akureyrar. Ég er bara svona að sjá allir niður hvernig
snjóalögin íbúð. En að gallið við margar af þessum stöðum er það að veginir eru skornir í hlíðarnar á fjallinu. Því það safnast alltaf henda snjór í þetta helviti. Þannig að þó snjórinn sé farin og mest öllum sléttum og öllu, þá er alltaf snjór í Bannsendans veginn. Og það gerir það verkum að, jú, það er stundum hægt að keyra á fræðilinu hérna á hlið einhvern veginn upp, en þú veist, ekki eitthvað sem ég mæli með að það gerir. En og sérstaklega maður komur ofar, þá lendir maður bara í því að snjórinn fer yfir rúna og þá er maður fara fram á. Og þú getur ekkert bakkað. Það er það þröngi vegir og leiðilega að þú vilt ekki þurfa að snúa við. Það var einhvern ferðu upp eða ekki. Já, 6 misseðna tilraunarnir fyrir að vera að kíkja hann upp, en já, það fer að koma yfir þannig að komast annað. Hitt sem við ætlum að reyna að gera, en Þrándur er lykill í því að koma sambandi frá hérna og yfir á Akureyri. Hann er, Þrándur, ég veit ekki hvað hann er í hérna á Sauðárkróki. Nei, jú. Hann er þarna, hann horfir upp Öxnadalinn, hann er hérna hinum meginn. Þessi sýningumyndir að þessu öllu saman á kortvarpi. Og hann horfir yfir allan fjörðinn þarna og upp Öxnadalinn. Og það er þarna uppi hefjir lykla og talað inn á Tóta. Þannig að það ætti að vera sambandinu. Þetta er bara spurning þurfum við lítið greið eða þurfum við stærri greið eða hvernig þurfum við hvað þurfum við á þennan enda og hinn enda til að láta koma upp. En, já. Svo er annað, það er hérna Búrfell. Ræddi mikið við Gumma þetta og fleiri og við ætlum með UH-stöð þangað og loftnet og tengja hann inn á þannig að hann verði með í keðjunni. Það hjálpar rosalega, ég hef sjálfur verið að ferðast mikið þarna á Suðurlandinu og hvað heitir fjallið aftur þarna fyrir utan Selfoss? Ingólfsfjallið, alveg rétt. Þegar þú keyrir fyrir hornið á því, þá ertu komin skugga af Bláfjöllum. Bara, kemur ekkert úr honum fyrir þú komið fyrir endan aðeins lengur frá. Og það er mikið af svona skuggasvæðum þarna á þessu svæði. Þekki það bara mjög vel á rekstri Öfnusöndum Bláfjöllum. Og Búrfelli kemur rosalega vel hinum en frá og fyllir rosalega uppi. Þegar þið farið niður á Laugarvatn, þegar þið keyrið niður brekkuna, þá dettur þú samband við Bláfjöll. Þið horfið á Búrfelli, það er þarna. Og ég hef verið þarna í sumarbústöðum hérna á Laugarvatni og hana algjörlega sambandslaus, flott samband Búrfell, það bara er enginn að hlusta þar. Enginn að hlusta. Það er einn og einn í Reykjavík sem er honum og þeir eru kannski við stöðuna stundum. Nú er ég með bústað í Grafningnum. Ég væði Búrfellum alveg dúndursterkur. Já. Hann er flottur, hann er á fínum stað. Það er bara komin inn á keðjuna þannig að hann sé með í þetta. Það er ekkert mikið mál, búnaðurinn til fyrir þetta og það við ætlum að stefna að klára það í sumar. Ég var að tala um Bláfjöllum dúndursterkum í Grafningnum. Já. Bláfjöllum á rosalega vel yfir. En hina hefur aldrei því. En það fer eftir hvernig skuggarnir er líka þarna. Það er líka til dæmi eins og við Laugarvatn þar sem er fínt í Búrfellinu er ekki bæn í Bláfjöllum. Þannig að þeir eru að koma úr sitt hvora áttina, en ef það er einhverja hólar hæðir þá er spurning hvorum meginn með þið eru hvernig þið hittið á. Þannig að þess vegna er hann ákjásanlega til að hjálpa Bláfjöllum til að dekka þetta bara 100%. Já, svo fórum við að gumma upp á Reynisfjall samhliða því við fórum upp á Háfell, það er annar staður. Við tókum niður APRS, Diggi Pítur sem var þar. Það voru einhvern leiðinda truflanamál og menn veit að við slöktum á þessu. Þannig við tókum það niður og svo komum við endan á ljós á endanum að það var ekkert okkur að kenna. Ekki með fyrir daginn, en það er betra bara að lúffa aðeins í þessum málum og leiðum mönnum átta svo hlutum. Hann er á leiðinu upp aftur en við sennilega fyrir mikið þarna upp aftur. Við fyrir annarkot upp á Háfellið, það sem ég ætla að setja svo enn annan endvarpa. Tengja inn á Bláfjöllin. Ég veit ekki hvort við náum endvarpana þar í sumar en við ætlum að reyna allan APRS-ið. Það er annarkot þar eitt sendastöð sem ætla lengi út þetta sem er alveg dóttur haustum hvað heitir. En það er eitthvað sem við erum á skoðun seinni part sumar. Það er auðvitað aðgengi þarna vel fram eftir sumri. Það er ekki það hátt upp, þetta er 300-400 metrar eftir við komum staðan og verðt og niður í suðurströndina að snjóa seint af. Hvað er Háfellið, segir þú? Við skulum bara kíkja á hvort. Veitir þú á Fagrólskaugi? Já. Það er bara undir hnjúknum.
Það er þetta bara rétt upp í fjallinu þannig að þú keyrir fram í Fagurvatninu. Þetta er svona kombænibúnaður sem ég smíðaði fyrir eldvarpana upp á hérna Brúarás fyrir þessar 3 stöður hérna. Þessi Bláfjöll og Upphafi, Strút og Þránd á Bláfjöllhafi. Og issueð þetta er pínur svona verkefni þar sem að þú kemur inn á einni stöðinu, þá ertu að fara út á hinum tveimur og hún má ekki líklega sóna sig. Þannig að þú þarft að setja upp nokkur andgeit til þess að það gangi upp. Og það var það sem þessi búnaður gerir, smíðum hann. Þetta er endurvarpinn og síðan í Hillurak sem fór upp á Strút. Gamla síðan af hérna, ég ætla að hlaupa kannski bara snöggast í gegnum myndirnar á henni fyrir hún ykkur. Þetta er sem Þrándurinn er lengt í þessu með veginn. Þetta er svona mörgum stöðum. Þetta er rennblautt, þetta er hundleiðilegt og það sem sést ekki á myndinni er að það er mjög bratt hérna. Og það er hægt, ef bringan er laus, þá er hægt að keyra á henni. En þú veist, ég er langt í frá að koma nyrst að nálægt tindunum. Og þetta er bara endalaust svona á leiðinu allstað. Og stundum er þetta miklu lengra. Þetta er loftnetið af hérna, Skálafelli. Það datt upp úr festingum, þetta er svona líkiti sem var onni í jáfólknum. Það var bara einhvern veginn, maður víbra sig laust og upp. Þannig að það þurfti að skafa það af og setja nýtt. Þetta er tappinn þarna á endanum. Hann losnaði líka, ég veit ekki hvort þetta sé bara líkingurinn. En það var bara flísið þetta, hundleiðilifina, hreinsaði þetta upp og límaði þetta upp á nýtt í. Þetta er nú gatið á hérna, UHF loftnetinu. Vinkarinn á Bláfjöllum, þannig að hérna er ég búinn að reka nýtt kítið hérna onni og teipa hann fastan hérna uppi til þess að reyna að halda þessu kjölum en það límast og líka reyna að stoppa víkringin í þessu. Þetta loftnet var gamla loftneti sem var á gamla eldvarpanum. Það er annað net hérna fyrir neðan sem kannski sjá eftir, en þetta leit út til að vera bara spegla hérna, þannig að við skárum netið hér, tókum við sundur og réttum úr þessu og suðum þetta, en settum þetta saman aftur en það mældist samt ekki nægilega vel, þannig að það er eitthvað inn í vansættasnetinu sem bilað. Það er erfitt að komast í, það eru kapaldeilir inn í þessu sem deilir inn á bæði netum, en hérna kannski pælum við því að ég hef tíma að hérna sjá dýpóluna hérna þó. Og hérna er einmitt vandamáli sem að hérna, ég var að tala um á hann, ég veit ekki hvort að sjá hvað dýpóluna er nálægt stönginni. Venjuleg net á svona dýpóluna byrja aðeins lengra frá. En það sem gerist er það að þið drægið dýpólun nær, er einmitt akkur þetta að þið tógið inn núllið. Þið fáið sterkari lóp til hliðana í svona 8 kringum netið, en það er þess 0 beint fyrir framann. Og þessi stefna hérna er frá þetta Reykjavík. Maður þarf að lesa dokumenteiruna með þessu dóti fyrir loftnetum annað þess að svona að því að viskan segir, já, maður bara beinir dýpólunum svona og þetta er ekki blá. Það er ekki hérna skiptir máli. Þetta er nú hérna loftnetið, hann stöður upp á hóttan á húsinu. Stálloftnetið hérna með á húsinu, þar sem ég stend. Það voru einhverju draumur um að fara upp í stálmastri með eitthvað loftnet. Það er kapall sem liggur þar upp sem neðalínan á. Og við erum svona búin að fá hálfformlegt leið og fá að nota hann. En það er upp í tindinum á stóramastrinum. Þannig að ég var eftir að finna með einhvern bílar að fara með mér hérna upp og hendur loftnetið þar. En við getum svo farið hérna eftir upp fyrir það sem myndin sést. Það er eiginlega, já, þarna er netið sérst tekið niður. Þetta er sérst móttökumagnaður sem var á gamla endurvarpanum. Við laumum honum inn í móttökulínuna og þetta er þessi síga sem var gamla endurvarpanum sem er lokuð bara fyrir amöntubandið. Þannig að við erum laus við allt FM og annað drasl sem er þarna á svæðinu. Að það sé ekki að eyðileggja móttökuna eða sendingun okkar og eins og við erum ekki að búa þá til neina truflanir. Við laumum þessu á frá gamla endurvarpanum. Þarna undir er kombænir síðan fyrir sem sagt til að skipta loftnetum niður á móttökunum og senda inn í endurvarpanum. Þetta teipa bara hérna á miðjum vetri með teipi sem notað til að teipa einangrarplast í húsi. Síka. Og
Þannig sjáum við samtekningin þarna og svo náttúrulega kíkta hérna inn í alveg hellingur og líkkitti sem fór þarna í bóttinn. Og ég var náttúrulega að fara þarna upp en þetta vonandi en það í lagi. Belja, sko, þegar ég sjáu það nóg á þækjunu. Þetta er stál. Þetta er bara stál. Þykkt stál. Og við sjáum hvernig húsþakið fer út af ísnum sem fellur úr mastinum. Það er að rústa húsunum. Ís eða hvað sem fellur úr 50 metra hæð niður. Eftir 50 metra þá var komið á 100 km hraða. Þannig að þið sjáu það þegar að 10 kg ístykki kom á 100 km hraða. Ár eftir ár, aftur og aftur og aftur. Það er hérna hinum enna upp í mastur, þeir þurftu að setja stálum á húsi og við sjáum hvernig það hefði alveg mátt gera það hérna líka. Þannig að já, við erum svona currently hérna á kálunum. Gamla neti var hérna á stálurinn hér, við erum náttúrulega hinum enn. En það er svona einhverju draumar og ríkur, það er laus skapallinn uppi. Og gallinn við Skálafelli er svo sami og hérna á mörgum af þessum tindum að Skálafelli eins og Esjan er flöt og von og við erum á röngum enda. Hinn endan á fjallinu er hérna Reykjavík. Þannig að það er helgina slétta þetta út eftir, löng og mikil. Þar kemur brúnin og þar horfur Reykjavík. Þannig að ef þú ert á jörðu niðri þá sérðu ekki Reykjavík. Bara sér svona lítið brot það er hodnið. Þess vegna er mastur svona hátt. Þess vegna og það þeir voru reyna að kæra sjónvarpssendingarnar sínar norður og Akureyri frá því. Þetta var sett út af fjölsímanum á sínum tíma. Já, líka sjónvarpi. Það er sjónvarpi var ekki komið þá. Nei, en þeir byrjuðu með, þeir voru að koma sjónvarpinn til Akureyra, svarthvítu, þá byrjuðu þeir að setja rombur þarna uppi, skutt og Eiríksjökul, sköttuðu niður hérna Öxnadalinn, það er eins og einn tindur þar sem sköttuðu líka af og enduðu þarna niður á flatlendinu þarna hjá Akureyri, hvað heitir hann ándur? Tóttumur. Og voru þar með rombur og móti og þetta er alveg gott 200 km hopp. Það voru 260 km. Það hefur að keyra bandbreytt sjónvarp á þessu. Þess vegna í gamla daga þið sjáu í leifarnar af þessum stálvirkjum hérna. Þetta hélt á öllum mótmónunum fyrir sjónvarpið til að dundra sjónvarpverkinu á Eiríksjökul. Þannig að hérna. En já, það voru örbyggingar hérna fjölsíminn og allur anskotin eins og segir hérna uppi. Þessi staði á þessi mikla sögu og... Ég man bara þegar þið voru að velja staðinn, sko, fyrir fjölsíman. Hvernig fór það fram? Já. Hvernig var það? Þeir miðuðu þessu á fjall fyrir ofan Öxnadalinn. Já. Þar var spegill og þeir tóku það svo niður í húsið þarna eftir í Öxnadalinn. Já. Ok. Voru með feikna sendir. Já. En hér kom Ísafjörður sér fyrir með sitt eigin mastur, með flugbót þarna. Já, þetta var bláflaginn. Þetta er diggibíturinn sem var í bláflutum, en nýji, gamli, við vorum að skipta hann núna bara síðustu helgi. En hann kom í ljós út af eldingaveðri sem var þarna síðasta vetur að loftnetinu var í dölu, þannig að við tókum hann niður. Það er í skoðun núna hvort við gerum eða hvort við skiptum núna. Þá fer hann aftur í gang. Þannig að vorum við í þókóldrullu. Þetta er þessi loftnetinu sem diggibíturinn var að keyra á. Við erum búin að taka það á tindinum á masturinn. Við komum bara í það hringin á. Hérna er strútur. Hérna er þetta að lappa upp. Þetta er að hengja loftnetinu á. Við sjáum ísinguna þeim í gangi hérna. Vetur eru allar byrjaður. Þetta er bara fyrsta kastið. Strútur er einn af þessum stöðum sem að fær rosalega mikla ísingu. Við sjáum að ég er bara hérna neðst í masturinn. Við erum ekkert að fara að klifra í þessum böðum. Sjáum bara ísinn hérna hvað hann er bara marga metrar hérna út. En þessi staði verður þannig að hann pakkast af ís. Þú sérði ekki mösturinn, þú sérði ekki loftnetin. Það er nokkur metra bara hérna ís utan á þessu öllu saman á miðan vetri. Og þetta er þungt. Það er stíð hérna í masturinn. En ég er hvorki með hjálm eða klifubúnaðum. Ég held að ég hafi með línunum með mér, en ég er ekki með hjálm eða neitt, þannig ég er ekki að fara inn í þetta masturinn að brjóta ísöfna niður. Og þess vegna voru bara ekkert að fara upp í það. Og fyrir þetta að bílarnar okkur voru þetta fyrir tölvöld fyrir neðan, þannig að eitthvað að koma upp á það að draga manni hérna niður fjallið. Þannig að það er ekkert vit í því. Þannig að það beið bara hérna samskipti núna í sumar. Það er
glæsilegt útsýni á þetta uppi. Eins og segi, við erum hérna 950 metra upp og flatlendi þetta niður er ekkert svo hátt yfir sjó. Ég man ekki nákvæmlega hæðan á því, en það er einhvers þar um 100 metrar eða eitthvað yfir sjó, ef ég man rétt. Það fjallið sjálf stendur rosalega hátt yfir nærliggjandi landslagi. Það var óbúðslegt útsýni á það. Þetta er bara strítar alltaf, sko. Myndin að gera þessu ekki göm, ég get alveg sagt það, við erum alveg upp í skíunum. Og við finnum kannski að fá hérna betri, en þetta er kofinn sem var uppi, það mastur sem var undan það fjall út af ísingu. Það skeiði náttúrulega. En hér er endaroppin komin, hérna er síjan á járum, liggur hérna á hillunni, hérna er einhver FM sendur við hérna einhver útvarpsmóttakari. Og hann er bara fínu lífið þarna. Kapalsúpa þarna út. Aftur hann er skáp hérna við hurðina, hann er hér. Hérna eru rás 1, rás 2 og hérna 100. Í skápnum okkar. Og hér er sem sagt brúarinn. Hér eru þessar 3 stöðvar sem ég talaði sem fóru í staðinn fyrir endorfnum. Hlöðhaflinkunum og Bláfjöllum. Þessi 2 áflóðum sem eiga að vera móti stút og þránd allan áflóðum þess að byrja með. Jögl. Komum við okkur upp. Það sé hérna bara komið hringið í ljósmyndanum. Já, hérna vorum við upp í Bláfjöllum, þetta er þetta í lok 23. Brann útgangurinn hérna í Bláfjöllendorfnum, ég kom skipt kanaljónandi og við mæltum síðan upp á nýtt og maður þess að hæða hérna nýtt kanaljónand inn í endorfbakkaðinni. Þá fer hann í fullt 24 tóna. Þessum skalla hér. Þetta er eins og það var hann á Mýrum, það var hérna endorfbakka, kanaljónand, eitt stykki og í hófstöðum og síðan þetta er aftur skalaðinu og þetta er þessi konum hringið. Þetta er hérna þetta er Reynisfjall eða? Já. Já, Reynisfjall er utan í á. Þetta er það sem að hérna byggikittunum tóku niður, hann er þarna. Og hér er Háfell, staði sem við erum áhuga að fara upp á. Tölvöld hátt mastuðar. Og þarna erum við með FM-senda og fleira. Já, hérna er þessar 6 staðar sem við getum þarna hjá FAJ. Og við erum að smíða hérna skottinn fyrir hérna breakout-portið inni, en það þarf að dippaði líka með loðningum og svona einhvers þess að það er að smíða í kringum þetta. Þannig að hérna hann getur það klára hérna með skottum og svo setja hérna á hana rekk smíðaður upp. Þannig að hérna smíða þetta rásina til þess að láta líkla frá aðra hérna fram og tilbaka. Það er einföld díl og þú getur stofnir þetta bara aðalega maður þarf að skerma þetta allt, þannig að maður er ekki að fá einhverja ghostliklingur út að eftir einhverju byrju. Og þess vegna sem ég valdi þetta box, af því að með öllum skermingum og kaplabrýnistöðum var allt skermað. Svo líka það bara út inn í rafnum. Þannig að forðið það bara svona frá þessu. Hérna ætlum við að planta einhverju priki til að fara á stút og ætlum við út á toppinn til að varna brand. Hverjum hlið toppinn að taka stút. Þannig að þetta var eitt og kort, síðan ekki nákvæmlega hvað er allt. Það er komin fyrir glæði hér. Þetta er þú? Þetta er eitthvað sem að Microsoft hefur sett inn. Nei, hérna. Það er bara eitthvað svona skjá. Þetta er svolítið erfitt, skjáðum að tala með 4K, skjáðum er eitthvað tölvöld minni það. Við erum að minka allt yfir hérna. Hér er nú litla Ísland. Hér eru henni ýmsu sendastæðir. Þetta er það sem við vinnum þetta daglega. Snakkum og þetta tótið hérna. Og ekki bara þetta 112. Nú er það stórt liður til þessu litla skjá. Við erum sem sagt með
bláfjöldin okkar, þekkt þau, en Strútur, hann hérna, Brúarásn hérna, þetta er það sem við höfum kallað Mýrarnar. Þessi var Strútur hérna lengur upp eftir. Hann þessi kristni hóll hérna hlýðum og hann mjög mjór, eins og þú sjáið. Það hérna mjög gaman að keyra þetta eftir hryggnum, þú getur sjáið þetta. Þannig að það fari hérna og það keyrt upp á hryggjum, svo keyrt eftir hryggnum hérna, þernýpið sig hverju megin. Þetta alveg 900 km hátt þarna og hann sér alveg rosalega vel yfir. Þið horfið beint tilbaka og horfið alveg niður Borgarnes og eftir öllu saman hérna og þið horfið vel líka norður í land og eftir öllu saman hérna. Þannig að hann rosalega vel staðsettur upp á þjóðaðkerfi okkar og hann að gera. Þannig að hann alveg yfir öllu þetta. Síðan Þrándur hérna. Hér erum við Blöndur þetta að segja, Hnjúkar þar fyrir utan. Við keyrum hérna í áttina Varmahlíðinni, en áður en þannig Varmahlíðina þá vegur hérna inn í sveitina og ansi löng slóð hérna upp á þetta blessaða hjall. Og hérna er sögubókin, en þið sjáum hérna þjóðveg 1, hvernig hann kemur hérna yfir Öxnadalsheiðina. Þrándur að horfa á þetta hérna eftir, ásamt því að horfa inn hennar það. Er ekki 4x4 uppi? Jú, þeir voru uppi, þeir tóku búin að þessi niður. Af því að loftmyndir snýri vitlaust og það dreif svo illa. Þannig að ég veit ekki hvað þeir voru að hugsa en hérna, þeir ákvað að taka niður vatnum þar. En þetta rosalega góður staður upp á það að gera að það sem við erum að reyna að gera er að koma sambandur áfram inn á Akureyri. Og þetta bara einn af þeim stöðum sem ég líklegast til þess að geta gert það. Að það ekkert djók að komast yfir öll fjöllin hérna. Það rosalega erfitt. Ég búinn að liggja hér með alls konar mælingar og mælitól og drast. Við keyrum allar þessar sveitir með risavaxna greiður og diska og dóm og reyna að finna leiðir hérna í gegn. Og RÚV hefur margir hringt og spurt hvað ég búinn að finna núna leiðum hérna í gegn. Þess að það allir í vandræðum með það. En á þeirri tíðin sem við með og á þeirri bandbreytt sem við með þá að geta sloppið niður. Þannig að allir kommersiála með miklu bandbreiðarmerki sem að koma inn og það miklu erfiðara. Þannig að Þrándur og síðan erum við með hérna hvað þau? Ég sé svo illa á hann blessa að skjá. Valaði þannig já, erum við nöðum. Síðan erum við með hérna upp á Valaði fyrir utan Akureyri. Það var Tóti heima. Og við erum að fara upp og setja nýja nefndvarpa það niður fyrir hann sem bilaði. Hann horfir hérna yfir Akureyri. Og hann horfir líka tilbaka yfir Mývatni og sveitina hérna bakvið. Þannig að hann ágættur hoppinn áfram út eftir. Við þurfum sennilega einn endorfan á milli til að komast til Egilsstaða. Upp á Fjarðarheiðina þá? Það eru nokkri nýju staðir hérna. Kröppufjall einn af þeim. En svo við hérna staðir eins og hérna á Íslandi ekki. Bustafell. Bílstæðir. Bustafell í Vopnafirði? Þarna. Það sé Rjúpnafjörður. Það var ekki Rjúpnafjörður. Það Rjúpnafjörður. Það ansi hátt uppi. Það snarbratt. Og það rosalega stórbreitt í því. Það var hérna bara Grímsstaðir. Einn af þessum hólum allavega hérna álitlegur. Hann sér náttúrulega Valaðheiðina. Og hann sér, ég er búinn að mæla þetta, og hann sér hérna yfir á hérna Gagnheiðina sem hérna. Það verður áhugilegt að fara upp á Gagnheiðina með einsendu.
Neðan er þessi með hérna bjólf aðeins að röfti, en þetta er mjög dugur. En það er svona langtíma pælingar fyrir þessu. Það eru spurningar. Allir kaffiverðir alveg. Hérna Búrfellið í lagi? Búrfell, síðustu vísi er í lagi. Síðustu vísi. Ég hef ekki prófað hann í það. Jó, það er ekki. Ég prófaði síðan sem. Já, ég náði dragar kannski að það vilja týna eitthvað til styrkja á. Það er ekki á 750. 750, já. Nei, 700. Búrfell. 700, já. Hann áður í lagi, en það er tryggið á hann. Hann næst í Reykjavík. Málið er bara eins og það að hérna skemmtilega Búrfell er að þjóðvegur 1 sem keyrir yfir heiðina til Reykjavíkur er í beinni línu við Búrfell. Þannig að við förum ákveðt í gegnum skarðið sem við keyrum. Þannig að ef þú ert í línu við það skarð, þá sérðu til Búrfells. En norðurhluti og suðurhluti Reykjavíkur sér ekki. Þú vart að rock kind of en líður ekki að Breiðholtinu einhverstaðar á nærið það beint yfir. Þú getur náð þess með handstöð, sko, en sumstæðir ekki getur náð á betri stöð. Ég get líkla Búrfell og Mörðanessi. Já, það er eins og það er. Þú ert að sjá með þeim, en stundum þegar maður er að horfa þetta eftir þessu, þá getur maður að sé þetta tindin hérna. Hvað er þetta? Hann er, já. Hann horfir hérna okkur líka. Og hann horfir líka hérna með mig. Það er hérna einhver leið þar sem að stígur hérna aðeins yfir. Það er alltaf yfir Seppelónsinn. Já, þetta er beint hérna yfir. Þetta er svo lang upplýst á þessum blessa skjávarpa, en við værum alveg að skjáva þetta ekki sýnflugur. Við erum alltaf stilt á mjög og horft eftir þessu. Þannig að hann sker hérna nokkra línur yfir borgina, aðalega yfir miðborgina. En það er hægt á hann, já. Og með betri búna greiðu eða betri loftend eða betri sendir, þá getur hann á hann. En hann er tricky, hún verður ekki á handstöðunum að vera rétt í staði eða eitthvað þannig. Þetta er svona, það er einbettan brotavíu með hann á hann. Ég var upp í Búrfellsvirkjun, eftir ofan Búrfellsvirkjun og náðum hann ekki. Já, hún verður hann ekki upp undir Búrfelli. Það veistu hvergi það er kring, hvergi, veistu ekki frá. Af því, hér er akkvæmt þetta vandamál sem ég var að tala um. Búrfell er alveg mátulega flatt á ofan. Og ekkert stórkostlegt svæði, en það er alveg mátulega flatt á þetta. Og loftindi er bara húsgaflinn. Fjallið sjálf er fyrir því að komast niður í brúna sem fyrir með. Þú kemur að Búrfelli og missur þú sambandi Búrfelli. Og þess vegna ég hefði viljað að fara upp í mastið, ég á eftir að ræða um það við einhvern, en mastið þarna er ekki rosalega hátt heldur. Það er ekki nefnilega 20 metra eitthvað svona þessu. En hérna, blessaða loftindi er bara á úrgaflinum og það er bara rétt upp úr hún, þannig að það er bara rétt að 3 metra yfir jörðu. Þannig að það er skuggi hérna kring blessaða fjallið. Þetta er sama vandamálur upp á Strúp núna og við höfum með loftindið. Og eins sama vandamálur upp á Skálavelli. Men náttúrulega, þetta er skiljað. Það er erfitt að þjónustan að búna og þegar maður gerir þetta í hobby þá vil maður ekki gefa allt of miklu tími í það og miklu efforti og vera kannski að stoppa sér hægt með að byggja út þessum mestur hérna fyrir eitthvað hobby. En hérna, það er rosalega þægilegt að þjónusta þessi loftend þegar við erum á húsgaflum. Þetta er bara eitt stig maður komin upp í þetta eða bara upp á þakki og þá er maður komin í blessaða loftindi. Það er öllu erfiðar að þurfa alltaf að taka með sér kríðugreiðar hérna og spottan á ritin og vera með menn með sér hérna til að fylgjast með hana og það þarf að fara í þessu blessuðu möstur. Og eins þá er náttúrulega eigendur þessara staða, bara svo að segja á hreinu, þeim er mikið velju það að það sé bara hver sem er að vaða inn og hver sem er að klefra í möstrunum. Þetta eru hættuleg mannvirki og þeir vilja helst að þessi mannskapur sem þeir treysta og vita hvað að gera. Minna má kannski með húsið og allir það, en láta bara aðra hluti í friði og hérna koma sér bara svona styrstilega fyrir. En hérna hana möstin sem er orðið meira feimnari við þetta í seinni tíð heldur en kannski þetta var í gamla daga. Menn vilja svona hafa bæði hlutina aðeins meira skriflegi og menn vilja vita hvað er hvar og hverjir er að fara og það eru komnar læsingar og flest alla þessu góðum. Gamla daga voru þetta bara lyklar sem
gengur þetta milli. Ég var stóra kipaða leiklinn út í bíl. Það gengur að flest öll þessar stöðadrasli sem ég búin að safna mér í gegnum tíðina. En með náttúrulega góð húslu leiði þeirra sem eiga þessa staði. En í dag, ef þú ferðin í Rústað, þá var þetta með kort og salt og ef þú ferðin á Ísafía, þá var þú hringir inn og þeir slökk á þjóðvarnakerfunum. Ef þú ferðin á neyðarlínuna, þá var líka tilkynnaðir. Sama Mílu, hún notað. Þú verður tilkynnaðinn, það eru larmar á hurðunum og þeir vita þegar það var að fara inn og annað. Og ef þú ert einhvers staðar nálægt bæjarfélagi, þeir hringja á lögguna ef það er farið inn og er ekki tilkynnt. Þannig að ég hef ekki lent í því ennþá, 7-13, já, hörugléttar á heimsókn, gleyma hringinn, en það er svona, þeir geta náttúrulega ekki sendt lögguna einhvers staðar lengst upp á fjall. Þannig að það er einhver dagur góðis, en þeim ef þeir fá larm og enga tilkynning, þannig að þá líður við svolítið illa greina. Það eru úr Bláfjöllum og í Háfell, lengur það eða hvernig? Já. Það er leið þar yfir, það er þessu skattringaleið, en við erum að taka K100 útvarpið á niður. Þetta er, ég man rétt, 100, hvað er ég að ljúga, það var ekki 190 km leið, minnið það, eða 170, einhvers staðar á bílunum. Þetta er alveg þokkalega langt hóp. Var þetta í gamla daga, þá voru nú tróbóskattir frá Keflavík og alveg lengst, einhvers staðar hingað eitthvað, var það Vík? Nei, það var einhvers staðar. Það var tróbóskattir hérna og allavega hingað, hérna. Og sá linkur, ég kom og las með til það, hann var þeir voru tróbóskattir linkandi sem þeir notuðu þarna í chain home keðjunu og öllu þessu dóti. Þeir voru ýmist 1 kW, 10 kW eða 50 kW sendiafl. Þá átti eftir mögnum loftningum. 1 kW var bara á diskum og 10 kW voru þessu stóru stæðir þarna sem ég heldur munu hvernig voru, risa mannvirki. Og 50 kW voru ennþá stæðir. Það var 29 decibel þessi litlu 10 kW og 35-6 decibel þessi stóru diskar þarna fyrir 50 kW. Einu, tvei staðir sem notuðu 50 kW, það var linkurinn hérna yfir og hérna til Grænlands. That's it. Allt hérna var 10 kW eða 1 kW. En svo voru alltaf 2 diskar. Bæði var það upp á redundancy að gera og þeir keyrðu líka diversity yfir þetta. Þeir voru með frequency diversity, space diversity, time diversity og eitthvað eitt annað í viðbót. Þegar við vorum með svo mikið redundancy á þessu, það var bara fyndið þegar ég var að lesa þetta. Ég hef ekki séð svona gert í dag. Já, endilega skjótið verið spurningum eða viljið vita með hvað stöðum eða leiðum við á hóflum. En svo ég hætti að brána bara, markmiðið bara basically þetta að klára að tengja endvarpaleiðir kringum landið. Þannig að við eigum eitthvað kerfi sem ætlar að tala svona þessu fyrir landið á einfaldan máta með handstöðum eða bílstöðum og svona dótið. Jú, auðvitað er hægt að stilla þessu upp á hól einhvers staðar með stóra greiðu og 1000 dött og skjóta einhverja leið hérna. En það er ekki handstöð. Hvað heldur þú náir langt austur af Háfellum? Já, ég get bara alveg sýnt þér það. Ég sé með dreifislotin inn. Svona lítur Háfell út. Þú ferð alveg upp á jökli og aðeins hérna inn eftir. Þú nærið alveg þjóðgarðinum og drastlum hérna. Það eru töluvert inn á Hálendi líka. Já, hann fer svolítið inn. Það hefði málum. Það er rosalega hátt landið hérna, þannig að hann kemst ekki yfir allt sko. Þú ættir samt alveg að geta skattingu hérna yfir einhverja stóti og bara með einhverja lilla greiðu skýtu hérna yfir. Ég var bara notabene hérna á Reynisfjalli og skemmtilegt að sýna það sem er hérna það var stattur á Reynisfjalli sem er hérna rétt liðan á skattirað yfir hérna Eyjafjallajökulinn og dattur á Mýrar. Já, það er 200 km. En hvað ná Bláfjöll langt austur? Svo.
Þetta er vísu K100 dreifingin. Gefur hún sér nokkuð 1000 vött og allt það í 6 wattan stakk og svoleiðis, en hún er ekkert langt frá því sem við erum að gera út af bandbreytanum. Þið getið alveg tekið hérna ból 10 dýr af FM-merkinu og verður meira til þess að vera svona sambreyðanlegur og í síðustyrk. Ef þú tengir búrfelli við, þá er þetta stórt svæði. Já, ég sýni ykkur kannski vandamálið fyrir að lifa Selfoss. Hérna er Ingólfsfjallið, hérna séu Þjóðvegi. Hér er bara kalt og glottur. Þá er þetta komið út þarna. Þannig að við horfum bara hérna með einn áblessaða fjallið. Sjáðu hvað er kalt hérna með það. Þannig að það er alveg brennandi heitt hérna hinum með. Og fleiri staðir hérna inn eftir öllu saman. Þú eru bara býð eftir að náman móki fjallinu burt. Þetta er Laugavatni, það er bara kalt og skugga. Það er niður Laugavatni. Og fleiri hérna niður heiðinni niður brekkuna, það er bara dofn út. Og eins og þessum vegið hérna er fínu gloppóttur og leiðilegir. Þannig að það eru fullt af leiðum og skuggasöðum frá Bláfjöllum sem væri gaman að koma inn með sérstaklega því að glist sumarhús, mús og land og annað slíkt. Nei, maður gæti ekki eins og náða svo bílstöðum hjá mér fyrir mig keyrði aðeins fyrir hóllið á það. Það sýnir okkur hérna Laugavatnið frá Búrfelli. Búrfelli, já. Hvað sagt í Búrfellið? Borgarbláfið. Það er að týna þessu. Hvað? Það er ekki annað inni, sko. Nei, já, ég er ekki með, það er þetta. Við erum ekki með FM-sendur på Búrfelli, þannig ég er ekki með kóverið. En það kóverið hann ef ég getum sagt það strax. Það kemur nú hinn áttur. Það var ekki með. Hýra.is, sko. Já, svo er það reyndar eitt sem ég áttur að hérna. Búrfell og þetta er með að við sem sagt hérna á Vaffástræðu. Það er Búrfell og hérna sér að Laugavatn. Kemur bara kafferði að þetta er nánast bein sjónlínu eða niður. Hvaðan er þetta í borgarinu? Það eru gloppur hérna. Og þú ert sennilega, ef þú ert í Borgarfirði þá ertu að taka skattingar hérna yfir fjallið. Það er alveg opið fyrir það. En dreifikortslíkanir reiknar ekki skattingar. Það er eitthvað gat þarna yfir grunni. Það er litli, ef fjöllin eru nægilega mjó eins og Raglarland, þá komum við upp og því skattin niður hinn. Það er eitthvað svoleiðis. Það er svoleiðis sem það gerist. Hún er sjálfbærti strút, ég held að við getum við sína hann eftir það. Það er pottitt með handbreytandi hvað hann bregður við. Strútur. Það fór fram hjá hann. Fór fram hjá honum? Já, það er stóðar, virkið. Stafn svona. Slagt á þessu strútur. Þið sjáum við sem sagt hvað kemur hérna niður í Borgarnesið. Og meðan allt og mýrarnar voru bara ekki blettir hérna. Og þá er þetta bara ein lóban hérna sem bara kemur valtar hérna yfir. En þetta er þetta meira það við sem í tónflögum vatninu. Og þá erum við með kóris hérna á norður eftir alveg helling og hérna nefndir og við komumst inn á. Það er ekki bein sjónlína en 100 km á milli Strúts og Þráns. Þá bein sjónlína. Ég er náðan að Blönduósi, sko. Já, og já, þú nær honum alveg það, sko. Missjónum mitt, bara mitt prívat persónulega missjóni er að ég vil koma hérna á Vaffástengingu eða á hann hættum að nota Vaffá og fyrir mig DMR eða eitthvað. Kláða þetta 30 ára gamla, þess að 30 ára gamla hugmynd að það sé hægt að tala hérna til Reykjavík eða Akureyrar
og vera hérna keyra um landið og vera í talstöðarsambandi hérna í bílnum og þess að hérna, ég sjálfur hef með breyk á bílnum hérna og hef með háastöð í bílnum. Ég hef verið að tala hérna ennvis við hérna Guðjón Reykjavíkur á 5 vöftum hérna frá Vestfjörðunum. Það var gengið, bara það var mikið suðið til bænum, hann heyrir ekki mér. Það verið símtala aðra leiðina og ennvis hinna leiðina og 160. Já. Og það dugar bara 5 vöft, það var bara flott í speginu minn, það er bara svo blessaðulega mikið suður. Svo segir hann, komdu á 80, ég hef mikið betra lótt á 80. Ég skiptir 80, þá kemur bara vélan á þessi bílum mínum, ég er ekki neitt. Ég þarf að drepa á bílum og leggja út í kant og ég þarf að tölvuna að slökka á þessu í bílum og þá hættir allt suð. Þá get ég talað í smástöðum meðan batterið lifir. Hvernig með þessu endurbara, neyðarafl á þetta eða? Batteri? Þetta bara 220? Þeir eru 12 volt. Við getum sett batteri á þá. En það verður einhver framtíðartónlist að við gerum það. Það vissulega möguleiki, væri gaman að gera það. En ég ætla ekki að overlóta mig alveg á verkefnum fyrstu sinn. En það er alveg hugmynd, það er alveg pæling að setja batteri á það og hérna, að það geti nú verið eitthvað í loftinu hérna án rafmagns. Það væri vissulega flott að gera það. Skjóta með eða hugmyndir eða spurningar. Það er allt opið í þessu. Þegar draumurinn verður að veruleika, verður þá allt landið eða þú talar Akureyri og Egilsstaðir? Það verður hérna, þetta setja eitt hérna allavega. Þannig að það verður aðeins hérna á Vestfjörðinni verður kannski ekki alveg inni og þessi hérna hluti verður ekki inni. Fyrir austan Ármannsgarði? Já, fyrir aftan Vatnajökul hérna. Þú veist, það býr enginn hérna, það er ekkert hérna. Ég er ekki að tóra þetta. Ef þið ætla að keyra þetta, þá bara notið HF-ið. Þannig að það verður hérna Egilsstaðasvæði hérna, það næri eitthvað hérna sem næri hérna yfir allt þetta hérna, basically allt þetta hérna. Það verður, ég ætla að reyna að koma að sendi hérna, það er sjónlína hérna yfir á Bláfjöll, þannig að það verður alltaf að setja sendi hér. Hann kofar rosalega mikið hér á móti. En þetta er einhverju plan, þetta eru 1, 2, 3, 4, 5 sendar sem það er að skutla upp. Mikið heldina og sjötti hérna niður pluss tengjubúrföldu. Það er svona framtíðarmúsíkin í þessu og þá held ég að ég sé að koma svona ágætt. Við erum náttúrulega ekki að leitast við að vera rúf og koma hvert einasta sveitabíli. Til að komast frá Þrándi yfir á Vaðalaheiði, kannski skatti yfir Vindheimajökul eða? Já, ekki endur að jökulum. Það eru fjöllana sem hættar að skattar í. Súlur til dæmis sem getur skattar á þeim. Þú ert ekki beint að skattar á þeim, þú ert að bánsa á þeim. Já. Þannig að þú skýtur í liðina á þeim. Það er ekki brotið fjöllin? Það eru mjög aflíðandi mörg á þessum fjöllum. Það eru örfá fjöllana sem eru skörp og hægt að skjóta í. En sennilegasta brotið er súlur og það er báns. Það er sem sagt, þú lendir í því að þetta er ekki alveg 90 gráða horn, það er hvassara. En það sem gerist er að þú miðar þá á súlunar og hinum megin, eða öðru megin, þú þarf að snúa þess loftandi, það er það sem snýst. Þú kemur inn á svona hlið. Þú talum að vera svolítið áskorun að komast frá Vaðalaheiði á Austfirði? Nei, það er öll auðveldara. Vaðalaheiðin sér aftur fyrir sig hérna austur á land. Issue er að koma hérna vestamegin á veginn. Hvernig þegar svona margir eru leikaðir saman? Varstu það fyrir margir? Já, það koma þessi feilkrassloka hérna. Það verður hérna smá klikk í kerfinu. Við erum að skoða hvort við getum lokað það með DCS-kófskvæls. En hérna, það eru fleiri hugmyndir á borðinu að leysa það vandamál. Það eru nokkrar mjög góðar á tengiborðinu. En hérna, ég er mjög tæknilega, ég held ekki alveg út í akkurat núna. En við vitum ekki alveg hvaða leið við förum ennþá. Það er vandamál sem er leysanlegt. Við erum bara að byrja að koma upp þessum blöðum endur. Það er endalist hægt að flækja vandamáli. Þetta eins og segir, rafgeima, að fæli hérna sölum og gera svona þetta hér. Annað vandamál sem ég til dæmis lenti í, sem að sjálfsögðu við myndum vilja gera en einhvers veginn þá maður að koma þess að það. Annað vandamál sem ég lenti mikið í og ég frústraði mig mikið á. Og við erum búin að keyra hérna mikið á þessu blessaða útvarpi og umsöðurðarpi og þar
miklar fínstillingar að fá allt rétt og fá alla input ábúðlega og sérstaklega þegar maður rebroadcasta sem heitir þegar maður endvarpar öðru FM áfram að fá alla levelega rétt þannig að audio styrkur sig játn og RGS injection og pilot og allt stemma og bíðum og það er BSL 0 að senda hann og annað þessu. Svo kem ég í amaturheiminn og þó maður þess að kaupa commercial búnað og viðurkennum framleiðanda og þetta er ekkert bara einskorið við Icon, þetta er Canute og ég svo var þetta hinn líka. Endurvarpinn er með tengja aftan á og það er 300 millivolt audio á því. Okay. Ég kaupi bílstöð frá sama framleiðanda sem er accessory pluggi en audioð 100 millivolt á því. Af hverju? Ok, getið þau ekki skrúa niður levelið bara í endanum? Nei, það er engin stilling. Ok, getið skrúið upp levelið í stöðu? Nei, það er engin stilling. Það er eins og það vera magnar á milli? Já. Ég er líktilega með audiomagnar á milli. Ég getið með deyfilið að aðráttuna ég þarf að magna upp í hinátuna. Ok, en ef það var ekki nógu slæmt, þá er toleransin á þessu, ég manna ekki eins og hvað var há, hann var eitthvað yfir 6 decibelum. Volt. Basically, toleransin á útgangum endurinn getur verið frá 150 miljónum til 450. Hann er þar einhvers staðar. Ég hef aldrei síðan svona háa toleransa í spekkum áður. Og þetta er bara normiðin sem gera og þess vegna hljómast skálavöll svona lág. Ég ætla að vera rosa flottur, náðu þetta mælitæki mín, BSL 0 FM útgangan á og gera allt hínilega flott og bara, nei, það er enga stillingar. Ég þarf að smíða hér eitthvað dimdi þess á milli til að geta kalibrera það af. Ég er ekki komið þangað að nenna því. Þannig að þetta átti alltaf að vera með nákvæmlega sömu audio level mode á öllum endurfum, sama háa leveli, kalibrera þannig að það er ekki að magna einn starf og tegja annar starf og nettingu suðurugli. Þetta væri bara jafn stíft fast eins og það á að vera. Ég fór að skoða Canute, Reykjavík að betri. Nei, nákvæmlega sambundið þar. Ég hefði eiginlega ná í spekkin fyrir, við getum flett á höfð, fyrir FR5 stendvarpana hérna á Icon. Bara og lesið fyrir accessory pluggið að það er lína sem segir þessi 300 millivolt út, lesið hvað toleransin er. Ég bara hugsa að það sé bara sagt einhver ákveðin búnaði í það. Ég var að reyna að halda mig einu framleiðanda til þess að hafa sömu levela, allt eins og annað. Þegar þú lendir rosalega fljótt í því ef þú ert með háan level hér og ert að lækka hérna og svo magna hérna og svo lækka aftur og hækka aftur. Það fer allt í suð og vitleysu. Og hljóðið verður þröngt og leiðilegt og bara mikið suð og óþægilegt. Þannig ég var að reyna upp að reyna kannski að halda með framleiðanda, hafa allt eins, matsa þetta saman og reyna að gera það vel. Það er bara ekki betur spekkar en þetta. En þetta virkar, þannig að ég þarf stundum að hætta að vera perfectionisti. Þetta verður hljóðastæðin og baseband? Ég er að keyra þetta á baseband. Ég tek baseband út úr stofunum. Það hjálpar að vera laus við diskriminatorin að halda svona aðeins toppendanum að hljóðinu uppi. Þannig að gera ekki að þú ferð út diskriminatorin sem er eftir afmótum að þú missir að við út af lópaðsfíltinningu, þá missur aðeins háu tónana í hljóðinu. Þannig að þú ferð út diskriminator sem er fyrir allar fíltinningar þó, að færi baseband út eins og hún segir. Tíminn líður. Já, og við erum að setja botni í þetta. Ég starti Benedikt sem við að tala við og skiptum sem hann pakkaði að kella hér. Og bróðurlegt og margt að gera, hann hefur mikla hugmyndir og ég vona bara að honum endist þregt til þess að. Ég kannski slæði hérna bara einu í lokin. Einhverju alltaf velkomin að hafa samband. Ég hef rosalega gaman að tala þetta eins og ég sér. Og ef þeir eru með hugmyndir að pælingar, eða bara spurningar eða eitthvað, endilega bara slá það frá hérna, kallið þeim á vaffáfinu að háfinu einhvers staðar, við bjóðum það til mig.